Komið sæl og verið velkomin í Kvöldljós. Ragnar Gunnarsson heiti ég og verð með okkur í kvöld ásamt góðum gesti. En ég vil byrja á því að þakka þér fyrir að vera með okkur í kvöld. Ég vil þakka fyrir allan stuðninginn og bænirnar, þetta ómetanlegt. En í kvöld ætlum við að tala eins og öll önnur kvöld, hvað það er. Ég nú satt stundum hvað eðlilegt að vera kristinn, en ég er að velta fyrir mig hvort ég ætti ekki nota orðið nauðsynlegt í tilefni kvöldsins. Því að það sem við ætlum að fjalla að það er eiginlega svona hvaða neyð er í gangi í Reykjavík og til þess er hann kominn hingað Óli Haukur, vertu velkominn. Takk fyrir það. Þakka þér fyrir að hafa komið. Bara gaman, bara yndislegt. Stuttum fyrirvara, þú ert alltaf til. Ég er alltaf tilbúin, já. En maður getur deilt út sínu vitnisburði og það sem Guð hefur lagt mann á hjarta. En þú náðu nú að ná spennustiginu upp hjá mér svona svolítið, því klukkan 3 í dag, Já. Þá var ég ekki búinn að ná á þig, og bara símsvari og veist og svona allt saman, en ég hvíldi alveg í því, því að ég heyrði þér í gær að þú ætlar að koma, þá var bara málið dautt. Já, það er mikið að gera stundum. Stundum? Stundum, já. Er ekki alltaf? Já, mjög oft. Já. Segðu okkur hvað það er svona mikið að gera hjá þér, því við ætlum að kynna núna. Það er komið fram að þú heitir Óli Haukur. Hvað ert það að vinna? Ég er 56 ára gamall, fæddur 56 og er 56. Ég er matreiðslumistari og er að vinna núna á Frumstöðinni, fljótt og gott. Ég vann þar fyrir mörgum árum síðan áður en ég fór erlendis. Ég fæddur á Seltjarnarnesinu. Ég er fæddur í Reykjavík, flutti mjög ungur á Seltjarnarnesi og ólst upp þar í mína skólagöngu. Síðan hef ég búið í Reykjavík meira og minna. Ég fór aðeins norður á Sauðárkrók og bjóð þar tíma. Og síðan flutti ég til Reykjavíkur aftur, búinn að vera að reka veitingahús og búinn að gera hitt og þetta, alltaf í matreiðslunni. Já, þú ert matreiðslumaður. Er það ástríða? Mér finnst það óbúslega gaman. Mér finnst það gaman, mér finnst allir dagar, hverju mótni finnst mér gaman að koma í vinna. Já. Í matgerðinu? Já, þó það er kannski svolítið einaft að sé að gera í dag, en það er einaft, það er samt hægt að hafa það gaman. Mér er svolítið gaman að skipulagningu og vinna hlutina betur í dag heldur en ég gerði í gær og öðruvísi, það er gaman. Áður við förum í svona að fá að kynnast þér svona alveg bara frá barnæsku til þess á kirkju, ertu í kirkju? Já, ég tilheyri CTF kirkjunni, kirkju kærleika eins og ég kalla hana, hún er Akkur má hún ekki bara heita bara kærleikurinn eins og hún héti í gamla daga? Hvað gerðist? Var það bara að reyna að gera þetta flókið eða eitthvað? Nei, ég veit ekki. Maður þarf alltaf að vita hvað þetta þýðir til þess að... Já, í raun er það náttúrulega, kirkjan hefur tengd náttúrulega til Kanada. Það er yndislegt fólk, yndislega fórstöðu hjá þar sem hafa haft mikið hjarta fyrir Íslandi og stutt og hjálpað mikið til við allavega frumkvöðla kirkjunar. Og sá söfnuður heitir? Sem er út í... Þetta er Catch the Fire. Og þess vegna er þetta komið CTF. Já. Bara svo komið því, þá er það komið. Og það var yndislegt og þó var náttúrulega alveg sjálfstæður söfnuður hér á Íslandi fyrir það. Og það er bara verið tenging og fengið alveg gríðarlega mikla kennslu og hjálp þaðan. Og það kannski er rosalega gott. Það er góð grundvöldleg kennsla sem kemur þaðan. En ég tilheyri, þegar ég frelsast þrínum tíma þá ég hef tilheyrt fyrir kirkjunni veginum eða veginum síðan þann tíma. Svo fór ég erlendis og... Svo það er það sem er. En það er nú ekki alveg allt og sem átti að gera í kristilega starfi. Þú ert að gera meira heldur en að tilheyra í kirkjunni CTF. Já, og svo er það náttúrulega það starf sem á mitt hjarta og það heitir United Reykjavík. Og af hverju heitir það United Reykjavík? Það er margir spurningar, það heitir United 101 Reykjavík líka og ég skildi aldrei út af hverju það var, en ég skildi það í dag. Þegar ég hugsa kannski stærri fyrir Guði heldur en hjá mér. Ég vissi ekki, málið er það að ég hef verið alveg gríðarlega hrifinn. En þú fannst upp á þessu nafni? Já. Ég hef verið mjög hrifinn af starfi eða predikara sem býr í Svíþjóð sem heitir Magnús Persson. Og hann hefur verið með starf sem heitir United í Svíþjóð. Og kannski var það alltaf mín þrá kannski að fá að tengjast þeim í byrjun. Þaðan kemur þetta? Þaðan fæ ég United nafnið, já. Og á sama tíma náttúrulega er það eitthvað sem við þurfum hérna á Íslandi. Já. Það er United. Já, er það bara komið. Já, heyrðu á það sagðir þú hefur fæðst hér í Bílónesinu. En hvað, þú ólst þar upp? Já, ég ólst þar upp og einn af 5 bræðrum. Og átti bara yndislega, bara, já.
Ég fór mjög snemma í KFUM og K. Á Nesinu var? Nei, það var alltaf inn á Appmastíg. Já. KFUM var þar. Já, þú ert það aldraður. Já, já. Þegar það ungur, sko. Þú ert það ungur. Það er ekki plata svo ég er ekki gráhærður, þetta er ljóshærður, sko. Margir haldið sér gráhærður. En og var þar mjög lengi. Já. Og það var svolítið gaman að segja frá því að ég fekk gefið svona biblíu, svona til þess að vita hvað maður er í biblíinu, svona hvað heitir þetta? Já, bókband, sko. Já. Frá manni sem var að flytja til Noregs að fara í biblíuskóla þar þegar ég var yngri. Og það var Friðrik Skram og ég kynntist honum svona síðar. Og þá átti ég þetta biblíuband ennþá. Já. Var hann þá niður á Appmastíg? Já, hann var niður á Appmastíg, já. Og svo var ég náttúrulega skógamaður um 794, og það var alveg yndislegu tími. Þannig ég hef alltaf verið mjög viðlóðandi trú, svo við getum sagt það. En af hverju varstu viðlóðandi trú sem barn? Voru foreldrar þínir þá trúið? Já, sé nú meira frá ömmu, sko. Já. Ein amman í viðbúð sem hefur sáð fræinu. Já. En það var, mamma var mjög hvetjandi í þessu og hjálpaði mér að halda utan um biblíu og sögumyndirnar og svona skilur. Og það alltaf, jú, mamma er trúið og yndislegt, og ég átti uppeldi sem var bara alveg yndislegt, skilur. Ég ólst upp mjög mikið á Þingvöllum á yngri árum, sko. Þegar pabbi var að stofna fyrirtæki hérna í byrjun. Þá vorum við með sumarbústað Þingvöllum, þannig ég var mjög mikið þar, þykir mjög vænt Þingvelli. Já, átti fjölskyldan bústaðar? Já. Hvaða fyrirtæki stofnaði pabbi? Það hét Pennaviðgerðin og var Ingólfsstræti. Já, það byrjaði í Vonarstræti 4. Þá var það á þeim tíma sem maður lét gera við pennan sig. Akkurat. Og það voru fulla skúffur alla daga, menn komu. Það voru kannski einhverjir 50 upp í 100 pennar í viðgerð á hverju minnsta inn á borði hjá hann. Ég man eftir að hafa verið viðskiptavinur þar. Man gott verið rétt ímyndað hvort maður sé ekki úr þroska því það er 50 ár sem þessi búð var lögð niður. Nei, segja hann ekki. Pennin keypti hana síðan eða hann seldi þeim þegar hann hætti. En hann var líka mikið innflutning, En hvað þú hefur þá farið svo í barnaskóla og svo matreiðslu og veitingaskóla? Já, og svo Hótel- og veitingaskóla Íslands, sem var þá upp í Sjómannaskóla. Sjómannaskóla, já. Síðan var hann fluttur á Hótelhúsi. Og þar ég var mikið í íþróttum líka og ég var frekar svona stabíll, sko. Ég áfengi og það passaði ekki við mig hvernig í byrjun. Þannig að það var skrítið samt sem áður eftir þess að átti þetta að gerast í lífinu. Ég var mjög mikil íþróttamaður. Og bara bætt úr því. Já, ég spilaði oft í 3 flokkum og var komin, þetta var svona mitt hjartans mál, ég spilaði 2 íþróttagreinar, sko. Og síðan kom valið þegar ég fær hringi hvort ég vilja koma að læra og það er 1974 sem ég er boðið að koma í nám og þá var unnið öðruvísi 4 dagar og 4 dagar frí og þá náttúrulega varstu búin að gera út íþrótta. Já, og hvar varstu þá? Á Hótel Loftleiðum. Á Loftleiðum, já. Og það var og var góðu tími þá var ég byrjaður að smakka áfengi, sko. En sjálfur sem ég fannst aldrei neitt virka á mig, ég fannst það ekkert, ég fann engar breytingar á því, en það gerðist einn daginn sem það gerðist, sko. Og eftir það var eiginlega ekkert aftur snúið. Já, og hvernig var svo breyting? Gefðu okkur. Það var bara, ég fann aldrei eina áhrif af áfengi því ég pröfaði það. Bara ég fann ekki neitt, en svo bara einu sinni þá gerðist það, þannig að ég drakk mig eiginlega bara í dauða, sko, eins og kvöldum svona víndauða. Já. Og eftir það þá var þetta bara þróast þetta að verða meira og meira og meina. Og á þessum tíma var mér ekki drukkið í vinnu, sko. Já. Það var bara einhvern veginn alltaf gert, já. Og þetta var flæddi allt í áfengi náttúrulega á þessum veitingahúsum á þessum tíma, sko. Og það var erfitt að fá kokka líka á þessum tíma og þannig að þú gæst lyft þér ýmislegt? Já, maður gæti lyft sér margt sem ég hef nú fengið það á mig að einn vinnuveitandi minn mörg árum seinna, hann sagði ég vil frekar hafa fullan heldur en ekki. Þannig að alltaf skilaði maður nú einhverju. Og það er náttúrulega til fyndin þó þetta sé sorgleg atvik, það voru til fyndin atvik það hvernig áfengi getur slegið mann algjörlega út og þú getur samt sem áður staðið einhverja plikt. Sko. Ég hef með þessi elda fyrir Karl Bretabín sem ég man alltaf eftir. Svona fer nú áfengi með mann. Ég lesaði blöðuna daginn eftir. Og þetta sýnir bara hvernig áfengi virka. Það slær þig algjörlega út, þú veist ekki hvað þú gerir, þú vaknar daginn eftir og veist ekki hvað það gerst deginum áður eða þetta er hræðilegt, blackouti, sko.
Já. En þegar þú segir svona, ég ætla bara að hafa örstutt það, þú segir að vín hafi ekki virkað á þig, þá drakkstu vín og þú hast engin áhrif. Nei, í byrjun fann ég það ekki. Nei, en svo, þegar þú segir að svo bara... Allt í einu gerðist það, skilur. Já, og fannstu þá áhrif og svo bara dóstu. Já. En það er ekki gott. Nei, en ef það hefði verið það, þá lítur þess að þannast ekki sem þú drakkst lítur þá það hafi gefið þér eitthvað, því annars hefur látið það vera eða eitthvað. Já, en það er náttúrulega eitthvað sem að gerast í lífum sem maður veit ekki hvað. Ég hef skoðað þessa æsku mikið, margir hafa alls konar skoðanir hvað hafi gerst í mínu lífi í æsku. Ég bara man eftir ég átti yndislega æsku. Ég var mikil íþróttamaður og ég aldist upp á heilbrigðu heimili, sko. Og foreldrar sem var yndislega. En hvað er það í að? Nei, það er oft, ég veit ekki af hverju þetta gerðist. Ég fór út í að drekka vín. Já, og þetta var svona mikið. En byrjuðu það kannski frekar, sko, af hverju hélstu út í það að drekka vín? Mér finnst það Það var alltaf eitthvað sem kallaði á, ég varð þá að fá meira vín. Já, segir það að þú bara hefur allt í einu orðið bara húgt. Já, og síðan... Í þínu tilfelli er það þannig. Já. Það sem ég kannski sé fyrir mér er það að það er svo margir sem að fikta við vín og fá ekkert út úr því. Kannski er það skilaboð til þeirra, heyrðu, láta það á vera. Já. Skilurðu? Að því síðan fara afleiðingarnar að taka við og þú ert farin að kæfa þær. Og það er oft sagt mér, það er fólk, þetta orð alkohólisti getur verið yfir manneski sem að drekkur einu svona ári. Þetta er spurningin hverju afleiðingarnar og hverju afleiðingarnar fyrir þitt líf þegar þetta er gert. Mér fannst ágætt að þegar ég heyrði þá skilgreiningu sem sagt að þegar þú ert farin að missa stjórnina þá er þetta orðið vandamál en sko vandamáli við það er það að þú tekur ekki eftir því vandamál. Já, ég misti prófið, það var nú bara óhefni. En þetta er náttúrulega algjör stjórnleysi, náttúrulega algjört rauðaspjaldið. Það er eitthvað mikið að í þínu lífi ef þú þannig að missa próf áfengisneyslu. Ef þú ætlar að mæta í vinnu eða eitthvað að fara að valda, þá er þetta bara orðið vandamál. Saman hvað það er mikið eða lítið. Og það er, ég tók mann það á yngri þegar fólk var að kvart yfir sem ég fannst þetta raun ekkert vandamál. Nei. Að ég var bara vanuð því að þó ég fengi blackout, sko. Ég gerði aldrei neitt að mér, ég vissi það bara. Já. Þannig að ég hafði engar áhyggjur af þessu. Bara ljúfur og góður. Og svo tók ég eitthvað próf einu sinni, man ég, svona í leyni, einhverja spurningalista. Já. Og þá sá ég náttúrulega hvert ég var komin, sko. Þetta var bara búið. Já. En síðan fer að drekka bara í kvölinu og pínunni og þú ferð út í ábyrgðarleysi. Þú ert þarna eitthvað cirka 20 þegar þetta gerist sem við erum þetta núna og hvað bara, þú ferð að nota vín mjög mikið? Já, ég held ég var rúmlega 20 þegar ég fór fyrst í mína meðferð, sko, þá á Vífilsstöðum sem var þá... Já, þetta hefur verið orðið það mikið vandamál. Já, ég var komin bara í svo mikið blackout, sko, þá var ég líka farin að gera hluti sem ég átti ekki að gera. Og það var mjög erfiður tími, en það hélt nú ekki lengi út, sko. Hvað? Að vera edrú eftir þá, það var kannski gert meira fyrir aðra, það er oft þannig að það er maður fer í einhverja meðferð til þess að... Já, fyrir hvert fórstu? Ég er bara fjölskylda, kona síðan giftur á þeim tíma. Já. Og fórstu á Vífilsstað, það nágæti stað? Já, mjög yndislegu stað, og það gekk nú stuttan tíma bara. En ég náði mér svona sæmilegur strik, þetta voru einhverju mánuðir, svo byrjaði ég bara aftur. Já. Og svo keyrði ég alveg út, ég flutti á Sauðárkrók 1984. Og hvað ertu gamall þá? Það veit ég ekki, 30 ára? Já. 29? Já, ég held mitt upp á 30 samanlega. Og flutti þangað og þá var þetta orðið mjög alvarlegt, sko. Það var bara nokkuð svona flótti, sko, að fara þangað. Og þá var þetta alvarlegt og 85 þá bara gafst ég endal upp, sko. Já. Og fór í meðferð á Staðarfell í Dölunum. Og það var bara alveg yndislegu tími, alveg rosalega góð tími. Það voru kallar alveg meðferðið þá á þeim tíma. Já, það var rosalega góð meðferð, sko. Og þá náttúrulega var kannski hægt að þjónusta meira til hvers og eins og var gert, eins og kannski maður getur séð að sé gert í Hlaðgerðarkoti í dag. Það sem þetta þjónusta svolítið á þeim tíma sem fólk ræði við og þetta gekk og ég var án áfengis í 10 ár, sko, að kjölfara á því. Já, og þá ferðu í veginn og það? Já, ég var búinn að, margir segja fólk frelsist að því að það kemur inn í kirkjuna því að það er svo mikið að. En það var alls ekkert þannig í mínu tilfelli, sko. Þú varst búinn að taka til? Ég var búinn að orðið edrú og mér fannst ég eiga allt, sko, og það bara gekk rosalega vel og leið mjög vel, sko. Já. Og þá var mér boðið í kjölfara mér er boðið að koma
á samkomu. Já, í veginum. Já, í veginum sko. Já. Mér finnst alltaf að pröfa það þegar þú sagði að þetta var yndislegt. Ég hef alltaf verið opinn fyrir og ég veit að trúin har alltaf verið þarna. Ég bað sko til Guðs, en ofta það nú þannig að maður beðið til Guðs þegar það illa gengur. Já. Og og kannski minna að þakka. Já. Og ég fór upp í veg og það bara snart mig, Guð snart mig bara strax þar. En það hafði verið hans allan tíð sko, en ég held að tekið afstöðu sem ég varð að gera. Nei. Og ég gerði það og ég get sagt það að það umturnaðist mitt líf algjörlega. Það bara gjör breyttist. Maður gerir sér ekki grein fyrir þessu sko. Frá því að vera venjulegt líf ekkert yfir að vera hvað? Bara yndislegt. Já. Og kærleikur Guðs og þessi ást, bara þessi elska, sem hefur alltaf fylgt mér. Ég hef aldrei hatað manneskju í mínu lífi. Og ég segja það hér og nú, ég get alltaf sagt það og ég get sagt það við alla. Aldrei. Ég hef oft verið illa svikinn og hlutum og ég hef náttúrulega gert það við fólk líka, en það hefur oft verið gert í mínu lífi sem að fólk, ég hef aldrei fundið þetta. Aldrei nokkuð, ég hef aldrei fundið hata. Þegar þú segir hata, en getur þau verið pirraður eða reiður, Já, við getum verið pirraður í fólk, en það eitthvað sem að ég reyni að láta aldrei sko svolítið að setjast yfir reiðina. Ég rosalega fljótur að fyrirgefa, mér finnst bara gott að gera það, það rosalegt frelsi. Já. Og ég hef líka af hverju get ég sagt að þetta sé virki, af því að ég hef fundið það, ég hef verið svikinn fjárhagslega illa og að hatast ekki út í fólk, það gefur bara að þú bara fyrirgefur og afhendir fólki lykil sem ég trúi að sé lykillinn að því að fólk geti fengið endurreisn, það að þú verður náttúrulega að afhenda þeim lykilinn að þið er unni. Þú heldur á honum sko, ef þú fyrirgefur ekki þá ert þú bara með hana lykil. Og þetta er bara, segðu þetta. Þetta er bara leyndardómur. Ertu að segja semst ef ég hef svikið þig, sko, bara illilega og svo ég bara út í bæ og hérna þú ert í sárum og svo tekur þú ákvörðun að fyrirgefa mér. Já. Er það lykillinn að því að ég muni iðrast? Já, ég trúi því sko, þegar sérstaklega fólk er ósammála hlutin. Já, veit ég að þú ert búinn að fyrirgefa mér? Ég meina, ég get bara, það er mjög gott eins og í spórum, maður fer og biður fólk fyrirgefningu og maður biður og veitir fólki fyrirgefningu. Já, en það var ég sem gerði eitthvað á þinn hlut. Já, en það mitt, sko, ég get borið hlutin svo lengi í ófyrirgefningunni. Já. Þannig að þú veitir nokkuð það. Já. Og ég veit ekki hvort að, og sumir eins og með iðrun annars mannski sérstaklega þegar það kemur að baráttu, að þegar að ég get komið til þín og sagt, þú veist, ég fyrirgefi þér og það sem þú gerðir. Er það sem þú ert að gera? Það er það sem ég er að fiska eftir. Ferðu til mann og segir bara, heyrðu, ég bara búinn að fyrirgefa þér. Já, ég segi bara fyrirgefi þér að því að hérna mér þykir vænt og þú elskar. Sumir, það er misjafnt í þessum tilfellum sem ég þurft að gera það, en ekki oft, sko. Nei. Því ég hef nú reynt að ná sáttum við fólk og hef gert það. Að þá á fólki betra með að Iðrast. Það er bara það, og þegar við förum út í stærri og erfiðari mál sem eru í gangi bara í dag, þá í þjóðfélaginu, að þá er þetta algjör lykill. Það heldur hljóta að vera. Og þess vegna, fyrir mér þó ég hef ekki þurft að nota það mikið, en það er bara að skila sér margfalt tilbaka. Að ég hef fengið lausn á hluti og fólk hefur komið mörgum árum síðan og gert það einhverjum sínum dyrum. Af því að þú valdir að vera ekki að hatast út í fólk, því það hefur ekkert uppvísað, ekki nóg. Herðu, við segjum að þessum hluta þáttarins sé búinn, það er kynning á þér og þínum uppvexti. Nú ætlum ég að taka stutt hlé til að fá, ég er ekki búinn að ákveða hvaða löggjörn kemur en hérna við finnum út í því saman en við komum aftur eftir stuttstund. This night and make it something special. And let me be so bold to ask for your help. Take this place and fill it with your presence. We will wait for you right here. This is all I have, but it's all I'll ever need. This is my life, this is my soul. I give it to you, no matter the cost. This is my heart that seeks after you. Lord, help me love
your hands that never let me go. This is all I have, but it's all I'll ever need. This is my life, this is my soul. I give it to you, no matter the cost. This is my heart that seeks after you. Lord, help me love more like you do. This is my life. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. This is my life, this is my soul. Give it to you, no matter the cost. This is my heart that seeks after you. Lord, help me love more like you do. This is my life, this is my soul. Give it to you, no matter the cost. This is my heart that seeks after you. Lord, help me love more like you do. This is my life. Komið sæl, Ragnar heiti ég og þú ert að horfa á Köllljós, hann hjá mér hann Óli Haukur og þú varst komin í veginn frá því að vera í frábæru lífi yfir í að vera í yndislegt líf. Já, það var yndislegt líf. Já, Og það var náttúrulega var mikið að vera í veginum á þessum tíma Já. og kom í kjölfarið. Komið þessi ár í veginu sem var alveg yndislegt. Ég trúi því að, ef maður hugsa með það sem ég hef gerð í dag, að á þessum tíma fann ég strax að í hjarta mínu að hjálpa öðrum. Mér fannst það gott. Og ég held að alkoholista finni það mjög margir þegar farið í meðferð. Ef maður spyr hvað er langar að gera þegar þú kemur út úr meðferðinni, þá hugsa ég að 95% segja ég ætla að vera ráðgjafi. já, Af því að það er bara það er svo yndislegt að gefa af sér og gefa öðrum og hjálpa öðrum og leyfa fólki að finna leiðina að frelsinu. Og það var alltaf verið í mínu lífi og ég byrjaði miðbæjartrúboði í veginum bara strax frá byrjun. Það var rosalega gaman og það var gaman að taka þátt í miðbæjartrúboðinu. Þá fórum við inn í bæjarlóðskvöldum innan fólk. Við opnuðum kaffihús við Ingólfstorg og þetta var mikið líf í kringum þetta. Mér finnst gaman að starfa með ungu fólki. Gerði það öll þessi ár sem ég var í veginum. Að einhvern hluti, þá var Benedikt Jóhannsson unglingaleiðtogi, mörg ár síðan það var. Og gerði sér svona aðstoðarleiðtogi í honum og byrjaði þá svona
fyrst að koma fram líka bara og að tala, þú veist, og ég hef alltaf fundið að hérna, að ég er svona frekar í mýkri kantinum, það er ekki mikil öskur og læti, af því mér finnst hérna kærleikur Guðs vera það sem brýtur allt ok, ekki með valdi og krafti heldur fyrir anda minn, sko. Og ég trúi því, andi Guðs, sko, sem sagt, ég trúi því að það er það sem að Þú ert að tala fyrir Guð núna. Já, ég trúi því að það sé lykillinn að hérna hjálp til okkar hérna á Íslandi í dag, það er akkurat þetta. Já. Og þessi tími í veginum var alveg yndislegur og síðan tók ég við unglingastarfinu þar í veginum, ásamt hérna þáverandi konu minni, Ástu, og það var alveg rosalega skemmtilegu tími. Við unnum náttúrulega með mörgum krökkum sem að höfðu haft foreldra í kirkjunni og margir voru svona búin að vera frá grunninum, alveg frá það að fæddust. Sterkir hérna, einstaklingar eins og Ingebræðurnir og fullt öðru fólki sem var þarna inni. Og það byggðist upp mjög sterkur hópur þarna sem vakti mikla athygli líka. Þetta voru svona öflugar samkomur, þetta voru samkomur laugardagskvöldum sem var bara fullt af fólki að koma á, ekkert endilega unglingar, af því það var bara kraftur og þessi þrá að fara út með orð Guðs og halda fram að vinna. Og það verður til þess að ég fór með þennan hóp til Litáen, til dæmis, það var nú önnur ferðin við þangað, til Litáen, og þessi unglingahópur fór þangað. Og ég veist að sveið með það og ég held að flest allir sem voru í þessum hópi eru einhvern hluta tengdir þjónustu í Guðsríkinu eða eru í skólum núna erlendis, sem er bara svo yndislegt að sjá hvað þetta er mikilvægt að við vinnum það verk sem Drottinn faldi okkur að gera. Við sem ekki bara að taka á móti heldur líka að gefa á okkur. Af því ég sé þetta bara sem kér sem Guð fyllir og svo bara fúlnar í því. Ef við gefum ekkert á okkur, þá verður yfirflæðið. En hvað gerist hjá þér? Þú ert að lýsa sko, þvílíku lífi, þvílíku sigri og allt saman, en samt. Já, 95. Samt bankar Bakkus. Já, það gerist 95 þegar ég þetta eftir 10 ár. Já. Og þá, ég er búinn að vera að hugsa þetta því ég er rosalega erfiður í árum og öllu svona, þessi hlutar rennur oft saman í eitt. En á þessum tíma, ég fann það áður en þetta gerðist þarna 95 að ég átti rosa erfitt með að stabilisera í þessu. Þú veist, ég hef alltaf unni gríðarlega mikið og það hefur verið minn að gera sæll í mörgu, að ég hef verið að vinna mikið og brýti svona kannski þessi náttúrulegu lögmál í lífinu, sko. Ég þreytist, það er mjög auðvelt fyrir óvinnin að komast inn í lífið, komast að og þreyttur og ferðu af vaktinni og maður þarf að hvílast nógu vel, þetta er bara grundvallaratriði. Sérstaklega þegar maður er kannski í svolítið á baráttu stað í Guðsríkinu og í leiðtogastarfi. Í leiðtogastarfi, já. Og þetta var rosalega erfitt, þetta var rosalega erfið tími og það var mikið að vera. Ég man alltaf þegar ég fekk mig glas, þegar ég drakk eftir þessi 10 ár og eins og ég gerst í gær. Og mér sé fólki sem var með mér, það var ekki búin að uppgöta þegar ég var búin að drekka glasið. Að ég var að drekka, þetta var svo eðlilegur hlutur eins og ég hef aldrei gert annað. Já. En ég vaknaði daginn eftir á nákvæmlega sama stað og ég hefði verið 10 ára áður. Já. Nákvæmlega. Já. Nákvæmlega. Ég upplifi það þegar þú ert að tala núna, sem sagt að þú ert ekkert að reyna að afsaka eitt eða neitt, þú ert bara að kalla hlutina réttu nöfnum, þú varst náttúrulega alveg útopnuð í þessu og menn verða náttúrulega að hugsa sjálfan sig, sko, þú veist, það er það sem er, svolítið að þarna opnast leið, sko, en þú vaknaðir á sama stað en hélst áfram að drekka þá, eða? Já, ég gerði það tíma og síðan var þetta svona upp og niður það sem ég var að gera, þannig að ég tók árið þetta gekk ekki og En fannst þér ekkert að þetta ætti ekki eiga sér stað og þú er á þessum stað sem leiðtogi og er að drekka? Já, en sko þá var ég nú kannski minna búinn að draga mig meira út af því það kemur í raun eftir að ég verð án áfengis aftur þarna á þessum tíma að ég fer í unglingastarfi og fer ellendis og tek yfir unglingastarfi. Þetta er svona rétt fyrir þann tíma, þú veist, að því að það sem ég reyni að segja kannski er það að ég átti rosalega erfiðan svona jójó tíma eftir þetta skipti því ég drakk. Já, það var bara alveg rosalega erfiður. Það er bara þannig gerist þetta. Já, að koma sér aftur upp á þann level sem vilja vera og það er náttúrulega fyrirdæmingin í því, það er fullt af hlutum að vera að berjast við alls konar hluti úr fortíðinni eða úr hvort það sé að fara á sama stað aftur og það var. Og þessi hræðsla. Síðan kemur líka það sem margir kalla sinnisleysi eða alveg sama. Já. En það er ekki til í þessu, það veit allir sem eru alkohólistar. Þetta er fíkl, sko. Já. Þetta er sko krumla sem er inn í maganum og rýfur. Þetta er sterkara, Ragnar, heldur en móðurást. Já, það er það.
Já, og það bara þannig. Og það enn verra í dag að vera nokkuð tíma verið. Já. Í gamla daga gat maður eins og ég á þessum tíma, maður gat kannski ná sig. Ég fór inn á Vog einu sinni á þessum tíma, ég man ekki hvenær það. Ég þurfti að láta ástu mínar að minna mig á þessa hluti, ég man þetta aldrei. Nei. En það þannig að í gamla daga gastu, komið þér af áfengi eða búið að vera stuttur tími og nota svo aðsamtinn til þess að byggja þau upp og hjálpa að vera edrú eins og þau gerðu bara í gamla daga. Amennir. En í dag þetta svo erfitt að þetta eru svo hættuleg efni, þetta eru svo hættuleg lyf og þetta farið að taka algjörlega stjórn. Og kannski skiljum við ekki orðið fíkil. Ég held að ég hafi ekki skilið merkingun og inntakið í fíkil. Því að fíkil algjörlega stjórnlaus og þetta sem þú sagði rétt áðan sem við finnst að vera svo rosalega merkilega að fíkil það meiri það sterkara fíknin í eitthvað heldur en móðurástinni eða föðurástinni eða hvað sem Þú yfirgefur barnið allt saman til að koma þér í fíkn. Já, svo og það segir bara þannig. Þetta þvílíkt veiki. Já, og því að við megum ekki gleyma það sem við skiljum þetta ekki fyrir að við fáum að ganga gegn og fara að hjálpa og koma með útrétta hönd og reyna að fara að lifa orðið eins og það allt sem þið gerir mér einu mínu minnsta bara það gerir þið mér og þú hungraði var ég og þið gáðu mér að borða og þessi hlutir eru bara þetta í dag, þetta svo mikið í dag það eru svo margir sem liggja við veginn sárir og þú staðir á 300 mann sem skráður á götuna í Reykjavík, bara í litlu Reykjavík. Við ætlum að taka þetta aðeins aftur upp á eftir. Settu puttan við þetta, myndu eftir við ætlum að tala um þetta á eftir. Heyrðu, en svoleiðis að við þetta og það þetta sem maður hefur séð, það menn hafa sprungið og það kannski ekkert mál að hætta hellunum sinni í vín, en þetta verður svo afdrifaríkt. Það eins og þú varst að lýsa, þú nærðir ekki á stað og þú nærðir ekkert á stað. Og það hluti af sjúkdómnum það ég hvað sem fallinn. Ég hvað sem búinn að eyðileggja einhvern tíma. Og þetta afsökun og þetta sama afsökun notuð alla dag, hefur alltaf verið notuð. Ég fer í meðferð og svo ferð út úr meðferðinni og svo mér langar að detta í það. Þá ég get alltaf farið aftur í meðferð. Koma aftur þessum hlut sem að gerast í dag. Þetta ekki til staðar í dag. Heyrðu, síðan sem sagt flytur út og þú ætlar þá að taka á þínum málum og fara á biblíuskóla. Já, ég fór. Það þá til þess að taka á þessu eða? Ég veit ekki, ég var búinn að vera með rekstur og var erfiður rekstur og ég var þreyttur og þetta var mín þrá. Þú keyrið þig alltaf út greinilega. Já. Mér sýnist það að vera rauður þráðurinn hjá þér. Já. Og síðan þarna... Hvað ætlar að gera í því? Svona með það sem þú átt að gera í dag sýnist mér. Er nokkuð að hlusta? Nei, það er enginn að hlusta. Og það sem gerst á þeim tíma að ég var bara uppgefin, við fórum í ferðina þarna út og allt það og síðan Út hvað? Þú vorst að fara út í biblíuskóla, ekki? Já, við fórum til Litva með krakkarna og svo við komum tilbaka aftur, þá fórum við gegnum Svíþjóð og fórum á Evrópukonferensin sem var í Uppsala og sem að Uppsala átti þetta að vera síðan aftur staður í mínu lífi. Og við fórum þangað og svo fórum við til Íslands og síðan tókum við ákvörðum að fara inn á skóla. Ég ákvað að selja fyrirtæki, það gekk mjög illa. Ég kom með kaupanda, hann var ekki samþyktur og einn hætti við og ég byrjaði skólinn að byrja og frúin fór í skólan og ég fékk leyfi til að koma seinna inn í skólan, bara að klára þessi mál. Já, hún fór á undan þér út? Já, nei, við fórum saman út. Já. En ég fór strax til Íslands til að klára því að það gekk ekki með þessa sölu. Og síðan byrjaði ég að pendla svona á milli þessar landa og byrjaði að drekka bara á fullu aftur. Já, bara að drekka á fullu? Já. Og drekka og síðan var hennar skóli búinn. Já. Og þá vildi hún fara heim. Og hún fór heim og þú varst eftir? Já, og ég sagði ég ætla aðeins að vera hérna, ég var komið með smá vinnu ætla að vera í mánuð eitthvað bara aðeins að skoða þetta svona. Já. Ég vildi bara fá frið. Já. Það var það sem var. Og þessi mánuður endaði í 10 árum. Þú ert út í Svíþjóð í 10 ár? Já, hræðilega. Þegar bara núna hvað er sorglega. Já, en varst að vinna eitthvað og svona? Já, ég vann allan tíma. Vannst allan tíma? Og rak með fyrirtæki allan tíma. Já, og alltaf drukkið? Alltaf drukkið. Ég var komin í svona þetta bjór mál, ég drakk orðið heilan 24 hálfstríðu öl á dag bara. Hverjum einasti og það gerði ég síðustu 6 árin. Enda fór líka með að gefa svo endaði síðan eins og ég. Áttu eftir að segja okkur. Já, það var, já. En ég hélt alltaf út. Já, þú bara endaði bara í hjartastoppi. Já, það endaði bara þannig. Bara dóst. Já. Já, en það er nú eiginlega ekkert hlægilegt. Já, það er yndislegt að vera á lífi.
Það var snúður í snýrði bíði. Já, af því að maður skilur þetta ekki alveg stundum, sko, hvað En úr þetta, byrju við, bara hjarta hætt að slá. Og þú bara dóst. Já. Og hvað var gerst? Bara bruna með þig upp á spítala? Já, og svo settu bara í gang og svo ég vaknaði bara í einhverjum... En hver fór með þig upp á spítala? Það var stúlka sem var að vinna hjá mér. Já, varstu bara í vinnunni sem verið fyrst á? Já, ég var niður á vinnustaðnum. Já. Sem þetta gerist, sko. Og þetta er náttúrulega, sko... En þú hefur kannski þá dáið ef enginn hefur verið nálægt eða eitthvað? Já, hugsanlega. Hefur það nú gerst, held ég. Já. En það breytti ég ekki á fyrstu sem ég báði þegar ég vaknaði að vera að fá öl. Já. En það er að því maður gerir sér ekki grein fyrir því hvað maður er búinn að gera. Þetta verður alltaf, þetta er svo lúmst, þetta verður alltaf meira og meira. Já, það er þannig sem þetta þróast. Þroast. Já, og ég var heldur, sko, það var mjög margir hissa þegar þið uppgötu það að ég var svona mikil drykkjumaður. Sem fólk sem hafði verið í kringum mig og í lok síðustu árið þá rak ég svona gamlan herragarð rétt fyrir utan Stokkólm, rétt við Arlanda og fyrir stórt félag sem var í Stokkólmi. Og þeir komu mjög oft þarna og það vissi enginn að ég hefði eitthvað andað með áfengi. Af því ég var bara eins og ég leit bara einhvern veginn, ég var stundur svolítið þreytulegur og baugaður og ég drakk frá 6 á mótnana þegar ég vaknaði í morgunverðinu og svo drakk ég fram á kvöldum þegar ég fór að sofa. Já, en hvað var blackoutið hætt þá? Já, það var volítið. Það var að byrja að koma þarna í endan. Já, en þá verður bara drukkið til klukku greinilega. Já, og svo er líka að vera ekki sterku víni, það var bara, þið farið í það. Lausnin hjá þér hefur verið ölið. Já, það var náttúrulega ekki laust að halda mig bara frá Guðs. Nei, ég veit. Það var það sem var að gera. Hvar var Guð? Hann var alltaf til staðar. Það sem bjargaði lífið mínu reglulega á þessum tíma, það var nú bara eins og lindin. Já. Vera með hann í tölvunni í eldhúsi þegar ég var að vinna, þegar mér leið illa og ég fann það. Og hún Íris Lind, hérna söng lag fyrir mörgum árum síðan sem heitir Blómið. Það var lag sem ég hlustaði ofta á og hélt mér bara lífi, þetta lag. Og það fjallar einmitt um krossinn og það sem Kristi gerði. Þetta var bara svo yndisleg dag og ég man alltaf að það var gott að fella tárin þannig. En í síðustu árið þá felldi ég tár okkur einasta kvöld ég var að fara að sofa og ég lofaði Guði að fara heim. Og morgun skal ég gera eitthvað í þessu og morgun skal ég panta. Lofaðir þú alltaf Guði? Varst þú að lofa Guði? Alltaf að lofa, ég lofaði, nú fer ég. Já. En varstu ekkert að biðja hann að hjálpa þér? Jú, ég hugsa að það hefur kannski verið minnað það, sko. En ég veit, ég orðaði bara þannig að lofa Guði þegar þú veist, mér fannst eins og hann var að ýta, það var náttúrulega alltaf að ýta á mig að gera, ég meiri að gera eitthvað, ég var bara að deyja. Ég var fann að festast og það er ennþá, ég náttúrulega, þó séu þessi ár sem ég hætti að drekka, afleiðingarnir eru ennþá í líkamannu, sko. Þess vegna verður að passa mig líka á vinnu og það að ég eðilega svo mikið tauga endana, þannig ég festist mjög oft, sko, puttar og ekki þverst allir svona, þannig að þetta eru bara afleiðingar af drikkinu og ég var orðinn svo illa færi, ég hafði engan kraft til þess að reyna að taka mig út úr þessu. Ég held að sé eins gott að við gefum okkur nokkra sekúndur til þess að draga þetta fram því að þetta sko hljómaði svo skemmtilega og við vorum hlæjandi undir þessu öllu saman sko að það er eins gott að draga fram alvöruna. Já. Þetta hefur skelfilegar afleiðingar. Auðvitað, fyrir mér er þetta sko líka því ég á annað líf í dag, en auðvitað er þetta og við getum farið inn á það aðeins eftir í þessu starfi sem ég er með í dag, sem að Guð bara hvað mér er ættum að byggja og það er náttúrulega þetta er svo mikil alvara. Ég kannski glott yfir þessu í dag af því að ég er á lífi í dag og getur verið þakkláttur Guði fyrir það. En það er ekkert allir sem sleppa og ég var nú bara að segja þér hérna og það er fólk að deyja hver einustu viku á afleiðingum áfengis og fíkniefna. Kvíða og ótta og hræðslu, vanamáttarkennd, geðrænir sjúkdómar og þú veist það er fullt af hlutum sem getum gert en við höfum ekki verið að gera það. Nei. Og ég auðvitað á maður aldrei að hlæja þessu og á ekki gera það. En ég er ekkert að sitja, þú veist. Nei, það er samt sem á, þetta er alveg rétt og þetta er gríðarlega alvarlegt mál en fyrir mér að biðja það að fá öl fyrsta sem ég biðja þegar ég vakna. Biblían sem mér segir þetta, sko, vaknar og fyrsta sem biður að ég vil fá meira að drekka. Og það er akkurat þess að þannig var ég bara orðinn. Ég var bara orðinn svo veikur, sko. Já. Og ég held að sé allt í lagi, sko, að svo þetta svona virki ekki eins og víndýrkun hjá okkur að þetta hafði skelfilegar afleiðingar. Ríkalega. Alveg, þú veist, ég meina, þú ert að tala um það að þú ert líkamlega skaðaður eftir þetta. Já. Og taugakerfinu fóru mjög illa á þessu. Já. Og maður finnur þetta er ekkert sem þú sérð, sko. Nei. Þú ert bara í dagdrykki og þú getur haldið, það er náttúrulega gríðarlega orka í öl getur verið, sko, til þess að halda þér á floti, sko. En var þetta sleggjan til þess að þú hættir að drekka, fá hjartastopp?
Í raun var það ekki, sko. Nei. Af því hérna, Það það er ekkert sem það þú veist kunnuglegt. Nei, það er að því þú veist ekkert hvað gerðist. Þú bara vaknar yfir daginn og það er einhver aðrir búin að hafa áhyggjur af því heldur en þú. Já. Þú varst oft bara sofandi. Og það var ég og ég kynntist þarna stúlku þarna úti sem að vildi alls ekki fara heim, sko. Og vildi reyna að finna einhverja möguleika þarna úti. En ég fann það að það myndi aldrei ganga. Ég fann það bara. Það myndi aldrei ganga að fara í gangi gegnum eitthvað sænskt meðferðarkerfi. Að ég þekki meðferðinni á Íslandi, ég þekki hlaðgerðarkot, ég þekki það mjög vel og ég þekki þá meðferð sem þar er og það var það sem ég þurfti. Ég þurfti bara að fá Guði virkanir í mitt líf aftur og taka á mínu lífi í sambandi við áfengi og fíkniefni. Já, en sko þetta er eiginlega það og eftir hjartastoppi, það er ekkert endalega hjartastoppi sem kemur þessu, þú ert bara að gera það sem þú hefur alltaf að gera í langan tíma. Já, en það er aðrir sem sjá þetta betur heldur en ég og það var til góður vinur minn sem að þá var með í gríðarlega mikilvæg neyslu sem kom í heimsókn til mín, hann neitaði að fara heim nema ekki að með. Já. Og hann bara sagði að sofa fyrir utan ef hann fengi ekki verið í húsinu þar sem við byggum þá sef ég bara út í garði en heim fer ég ekki nema hann komið með. Svo hann neyddi með heim? Já, hann sagði bara að hann er að deyja og hann verður að komast heim. Já, þetta var hans fullvissa. Og hann hafði árangur herðu sínu þessi ungi yndislegi bróðir og þú fórst með og ég fór heim, já, og það mátti heldur ekki tæpara standa því ég stíg inn á Lækjargötu þá er ég með held ég 140 neðri mörk sko á blóðþrýstingi. Hvað þýðir það? Það er bara við dauðastyr sko. Já, það er bara við dauðastyr? Já, en það var ég sprautaði niður bara strax þegar ég kom. Já. Og það sýnir bara hvað þetta er alvarlegt, hvað maður getur gengið langt á þess að maður gerir sér nokka grein, þetta er orðin sem ekki sénsar þú. Já. Og síðan er það bara þessi hugafæri sem er í dag, það er vonleysi að komið inn, þú ert búið svo langur tími, þú horfir 10 ára aftur í tíman og yfirgefur fjölskyldu og börn og ætlar að vera einhvern mánuð og ert í 10 ár og þú ert að berjast í þetta allt skilur og kemur til Íslands aftur sko, alla þessa hluti og skilið eftir hluti hérna og svikin loforð og allir þessi hluti og þetta hrúast yfir og það er bara best að drekka. Já. Og en Guðverð er náttúrulega að koma að stað, það er það sem er númer 1, 2 og 3 til þess að ná endurreisninni eins og hún á að vera. Og þetta er bara mesta gæfuspor sem ég tekið því ég gekk hérna inn og fekk lausn mín að mála þarna í Lækjargötu og á þessum stað sem er svo yndislegur og þú veist þetta eru fáir staðir eftir bara í dag sem fólk getur tekið svona á sínum málum eins og upp í Lækjargötu og það er starf sem hefur verið að vinna það. Varstu einhver tíma þar? Já, ég var í 6 vikur. 6 vikur? 7 vikur. Fór tvívegis, ég var búinn að fara inn áður, það gekk ekkert. Sko. Og það var bara alveg stórkostlegu bara að fá að vera þar og ég er svo þakkláttur fyrir það að fá að fara þangað líka alltaf núna. Já. Með lestra og... Já. En hvað fór að rofa til? Já, bara strax fann ég náttúrulega... Varstu fyrir andlegri vakningu upp í Lækjargötu eða er þetta bænastar? Nei, ég held að þetta sýnir svolítið mikið bara hvernig ég er sko, hvernig þetta hefur verið með Guði í mínu lífi, skilur. Að ég hef alltaf vitað það að hönd hans er ekki svo stutt að hann á ekki til þín og eyra hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki þú kalla. Stendur í Jesaja 59, 1-3 held ég. Og þannig hefur alltaf verið í mínu lífi. Ég hef alltaf vitað að hann er þarna. Hann vakir yfir mér. Þú er ekki alltaf nýttir það? Nei, en ég hef alltaf vitað að hann vakað yfir mér, alla tíð. Já. Og hann hefur mitt tröst og ég get alveg sagt að þegar ég var í neyslu í Svíþjóð, að ég fór hverju einasta föstudegi klukkan 3. Þá fór ég með matabakkarna niður á lestastöðina og gaf út í gangsfólkinu matinn alveg eins og við gerum í dag. Því það er bara mitt hjartans mál, ég elska að gera þetta. Það hélt bara lífin í mér að fara þetta niður. En ég var nú kannski farin að ílengja svolítið með þeim eftir að maturinn var búinn. Þetta sýnir svolítið líka í hvernig var í mér að ég fann að Guð var að verka í mér. Og þegar ég horfið tilbaka, ég sé þetta ekki sem 10 ár, Ragnar, bara það er ekki til í dæminu. Það var hrikalegt til þess að hugsa bara, að það hefði verið 10 ár þessi tími. Þetta er svo óraunverulega sem mörg getur verið. Skil og stundum var ég bara að klípa og segja þetta getur eiginlega ekki verið satt. En þú hefði getað rétt út hendurinn hvernig sem þú vildir? Já, það er alveg vitað. Og auðvitað, og Guð opnaði oft leiðir. Ég hitti menn og ég fór á sýningan í Stokkólmi og ég hitti alltaf fólk sem kom svona í hjartað sko. Fólk sem ég hitti frá Íslandi sem voru á sýningum og svona sem ég vissi að þetta var bara merkið það að ég drífa mig heim.
En höldum okkur við hérna sem sagt að afturhvarfi núna, þú hérna, hvað gerðist úr seinni meðferðinni í Hlaðgerðarkoti sem að klikkaði inn? Það bara hérna, ég kynnist bara góðu fólki sko. Ég hafði starfað 1990 og eitthvað áður ég fór, 88 til 90 hafði ég starfað með, nei fyrir ekki, 98 til 2000 hafði ég starfað í Maritastarfinu sem var hér. Já. Og Magnús Stefánsson svo hetja sem hefur verið með UNG og verið með Maritastarfi í skólanum, það er frábæra hluti. Ég kynntist honum pínlítið hérna í gegnum annan aðila sem var að upp frá og hérna þetta er rosa erfitt að vera með svona starf. Það er mjög erfitt að reka svona starf. Hvaða starf er þetta svona? Svona eins og UNG og eins og ég er að gera í United. Það er bara átt í kring. Þá ertu að segja það að þú sért komið þá inn í UNG? Já, í raun sko þá kem ég, hafði ég frá að Hlaðgerðarkoti, ég er að reyna að ná þræðinum. Já, í Hlaðgerðarkoti, í raun upp frá kom hann í heimsókn sko. Já. Þá fer ég svona að kynnast honum og ég náttúrulega Var hann að gera sér ferð til þín? Nei, hann var að heimsækja en hann hafði bara gríðarlega áhrif á mig og hérna að því ég fann líka í makanum eins og ég veit hann líma og örugglega segja það er til lagi, þú veist, og hann var þreyttur og það var erfitt og þetta er óbóðslega barátta að halda þetta svona starf og ég fann svo mikla þrá bara til þess að geta hjálpa til og verið með og ég gerði það í byrjun því ég kom út. Mér fannst alveg yndislegt að vera UNG hjálpaði mér alveg gríðarlega mikið sko. Já, og þetta er þá 2009 þá eða hvað? Já, þegar ég er að koma út. Já, og þá kemur inn í starfið hjá UNG. Já, og er að starfa með þeim þar í byrjun. Já. Og hérna, upp í Hil. Já, og það verður til þess að vekja auðvitað gömlu elementi, það fer alltaf, þetta er svona, ég sá þetta fyrir mér sko. Ég sagði einhvern frá því, ég veit ekki hvort ég sín frá Guði eða hvort ég bara verið að byggja það í hausnum sjálfur. Ég sá fyrir mér sko, ef maður færi í einhverja gamla síldavinnslu, ég man ekki hvar það á landinu, það var Hesterið eitthvað staðar, og kemur inn og opnar hurðina og það er svona ískrar við og opnar hurðina og svo sérðu einhverja vélasamstæði fyrir fram að það. Og síðan hérna, það ræsur hana og það er rosalega háð á lendi það ískraða kolryðgað og svo þarf að smyrja það til og svo fer hún að og ég upplifði mig akkurat þannig. Þú færi svona hægt og rólega í gang? Já, ég fann bara að Guð vildi setja þetta á stað og svo bara var ég að hitta rétta fólki sem hafði smurningin til þess að hjálpa mér að setja í liðin aftur og fá þetta til þess að virka að nýju og ég bara hef ofta hort á þessa sýn svolítið svona skemmtilega nátt að það sem Guð þráði að gera það var bara að fá lífið til þess að virka. Og þarna ertu komin að fullt starf einu ferðin enn? Nei, ekki fullt Maggi er rosalega góð, þú veist að menn keyri ekki yfir sig sko og það er bara mjög gott og hann var duglegur að deila því þetta var eins og með þessa samkomu. Við auðvitað keyrðum okkur út þegar fórum á fiskidagi mikla með hópinn og þetta var voða gaman. Þetta var alveg rosalega gaman að fá að taka þátt í þessu og þessu starfi. En þarna fann hann líka vinna það náttúrulega? Já, ég fekk vinnu. Ég var þannig sko að ég var dæmdur sko að ég ætti að vera 100% örorku. Ég átti ekki að fara að vinna og það var það sem læknirinn sem sagði mér það. Út af meðferðinni sem þú hafði byggt sjálfur þér? Já, og sagði út af taugakerfinu og ég var að festa svona og náttúrulega en Guð gerir allt nýtt maður. Ég hlusta okkar lækna. Nei, ok, og svo var mér boðið að koma og ég gat unni fyrir eitthvað 1000 kall að ég mátti gera það sko. En ég fór aldrei, það var að bíða bara eftir að gera það klárt. Og svo fann ég að ég gat alveg unni, ég hafði alveg fullan kraftur inn og ég kem frá, búinn að búa í Svíþjóð í 10 ár. Það sem er mesta misnotkun á félagslegu og sósíal kerfi sem til í heiminum held ég, þó þess ég laga mikið núna. Og mér þótti ofsalega sárt að sjá það hér. Og sjá hvað hér? Að það er svona mikið verið að misnota. Já, þú sér það? Já, það sér maður. Og að því að ég trúi að vinna sé eitt hluti að því að við ætlum að endurbyggja okkur sjálfur. Líka andlega, að það er að skila sér dagsverki. Og við mögum ekki gleyma því að fullt af fólk sem getur það ekki. Og það er bara amen við því. Já, það er stórkostlega að það skuli vera svona kerfi, en það er hryllilega það sé verið að misnota það. Og þetta er bara það, og ég fekk vinnu og byrjaði að vinna og ég fann að stundum var ég eitthvað að festast á mig puttarnir, en það var ekki, ég gat alveg unnið og ég bara, ég verð að vinna, ég verð bara að vinna fyrir launum og ég gerði það og
Og ert að gera það? Afþakka þetta. Bætur? Já. En ég þrái það í dag, þú veist að í dag þrái ég bara að vinna í Guðsríkinu. Og það er því miður og það er bara þannig að það er búið að vera erfitt ástand hérna á Íslandi en mín þrá er náttúrulega að vinna bara í fullu starfi. Ég á þúsundir hugmynda sem þetta er að gera og hrinda í framkvæmd. En það bara kostar það að þú verður að gefa þér tíma til þess og það er bara United starfið er alveg gríðarlega að vinna. Og ég vinn á BSI og það er ekkert annað heldur en bara hluti af móttöku fyrir alkohólista sem er í neyð. Já. Herðu, nú ertu búin að nefna nafnið United sem þú máttur ekki gera fyrir næsta hluta. Nei, en við bætum úr því og klippum á þetta hérna núna og segjum maður þess að skreppa frá og ekki skreppa frá, við ætlum að setja lag, kannski auglýsing um United en hérna við komum aftur og þá ætlum við að gera United skil. Should I stay, or do I need to move?
heiti ég og þú ert að horfa á Kvöldljós og hann hérna hjá mér, hann Ólafur Haukur. Og þú sagðir orðið sem þú máttur ekki segja fyrir núna, United. Já, United. Það reyndar konu í upphafi líka. Það kom aðeins í byrjuninni. Það kom aðeins í byrjuninni. En hvað er United? Sko, þetta náttúrulega fyrir mig. Stundum eins og ég kannski sagði við áðan, sko, ég hef kannski stundum verið kallað svolítið svona rebel, sko, svona, já, ég vil að hlutin sé gerði. Ég bara þol ekki status quo. Sérstaklega ekki þegar fólk að deyja, hægri vinstri. Ég búinn að horfa upp á bróður minn og ég búinn að horfa upp á vin minn að deyja. Ég sagði áðan að úr einhverju svona? Úr bæði alkoholisma og næslu fíkniefna og síðan bara úr kvíða og ótta og vanmáttakennd og hræðslu. Bara fólk sem getur ekki meir. Aðeins að skjóta inn, sko, það er ekkert skrítið þó maður sé að frétta af því að fólk sé að deyja miðað við lýsinguna sem þú ert búinn að segja á þínu lífi, því að auðvitað gast þú bara dáið hvenær sem er. Og það er fullt af fólki sem getur bara dáið hvenær sem er og það er það sem þú ert að tala um. Og það er það sem þú ert að horfa upp á og þú ætlar ekki að horfa upp á það aðgerðalaus. Nei, og það er náttúrulega fyrst og næst sem að að gerast í dag, það er þetta vonleysi. Það er, þú veist, algjört vonleysi. Af hverju? Ég hef sagt það og segið alltaf að alkohólistar og fíkniefnaneytendur, tökum sem dæmi, og fólk sem hefur átt geðræn vandamál, hefur verið bara annar flokks sjúklingar í gegnum tíðina. Alltaf. Við erum skítug, við erum leiðinleg, það er háaði okkur, við getum verið ofbeldisfull og þetta er bara vesen, ekkert annað en vesen, þetta er svona annar flokks sjúklingar. Eftir hrinu 2008. Já, ef það er tekið mark á þetta sé sjúklingar, það er ekki komið inn, sko. Og 2008, þá eftir hrunið, þá er þetta fólk bara ekki til og þjónustan er bara nánast engin. Ég var bara í símaninu rétt áðan og tala við eiginkonu mann sem að búinn að vera að berjast og hún bara grætur og hann eitthvað staðar niður í bæ, eitthvað staðar, engin hjálp, alla dyr lokaðar, hvers sem farið. Og það er þannig í dag, að það er lokað alls staðar, af því það er ekkert í fjármunum. Þetta er ekkert með fólk eða yndislega starffólk sem vinnur á meðferðarstofunum, það er ekkert með þau að gera. Er það vont að fá meðferð í dag? Það er bara, þetta er bara orðið gjörsamlega vonlaust. Við getum tekið sem dæmi, ég var með fund, sko, á meðferðarstofu hér. Það sem voru að vísu ekki nema 22 pláss í gangi á þeim tíma því það er ekki peningar að leysa í afleysingafólk. Og það voru 64 akút biðlista bara á þeim stað. Þetta skiptir þetta hundruðum og hér labba náttúrulega götuna svo veikt fólk að það getur hefur ekki einu sinni rænu til þess að leita hjálpa sjálf. Og ég hitti menn á götunni eins og ég gerir mjög oft og segi bara nú verður bara að gera eitthvað, þú ert bara að deyja. Það er enga hjálp að fá. En þú getur bara dáið og bara láta leggja hann á spítalega. En af hverju heitir þú fólk á götunni ekki ég? Af því ég sé það bara. Ég á bara hluti í mínu hjarta, þú veist, ég kalla það angist bara. Hann David Wilkerson heitinn, indislegi breytingari, sagði það að þetta undanfari alla breytinga í okkar lífi er angist. Þegar við erum komið svo langt að angistinn og svo yfirgengilega við getum ekki sofið eða gert, þá höfum við valmöguleika. Það er að gera eitthvað í málunum eða bara við deyjum. Og ég á þessa angist og ég reyna að koma því inn í hópinn, í United hópinn, það er fólki sem er það, að við eignumst þetta í hjarta okkar. Að þegar þú mætir fólki út á götu, útigangsmanni eða konu út á götu, sem er blá og marinn eftir að hafa dottið, hún er skítu og í ógeðslegum fötum, og það lyktar hræðilega að þú horfir ekki á það, heldur horfir í augun á fólki og horfir í hjarta fólks eins og Guð gerir. Það er þarna hjarta, holdi og blóði sem slær ennþá. Það eru bara tilfinningar og væntingar og vonir til lífsins sem aldrei urðu en geta orðið ef þú grípur inn í og gefur með þessa hjálp sem þú átt. Komdu með það sem Guð hefur gefið þér, það sem hefur gefið mér, hann hefur gefið mér marga sénsa. Og hann gaf mér líka líf núna, yndislegt líf sem ég á í dag. Og hann gaf mér á sama tíma alveg sko gríðarlega þrá til þess að sjá hlutina gerast. Í dag erum við komin á þann stað, Ragnar, að þetta er óásættanlegt, það sem er að gerast í þessu þjóðfélagi. Við neitum að byggja skýli yfir útigangsfólki í Reykjavík með að við sláum skýlum til þess að reiðhjólun okkar blotningi á sama tíma og leggjum peninga það. Þetta er algjört ábyrgðarleysi sem í gangi hjá stjórnvöldum og fólki og kannski er það grunnur að þið skilningsleysi. Af því þetta er fólk, þetta er bara fólk, þetta eru manneskjur. Þú veist, og erum við hægt að líta á þetta sem manneskjur? Má ég aðeins grípa inn í, hérna,
það var talað um það þegar vesturflokkurinn þá slóður sig þau ætlar að taka róna í fóstur, var það ekki? Og þú ert að segja það sé ekki verið að sinna þessu fólki? Nei, og þú veist, og auðvitað og síðan náttúrulega fyrir utan það að hérna trúarlegi þátturinn inn í þessu, að hverjir standa í þessu, hverjir geta staðið í þessu, hverjir vilja standa í þessu og hverjir að standa í þessu. Það eru bara trúarinnar fólk, kristinna trúa fólk. En það má ekki það. Gídeómenn búið að sparka þeim út af skólunum. Já, svo það. Allt gert í nafni ykkur frelsis. Já. Samhjálp má ekki reka þetta heimili og hitt heimili, allt í nafni ykkur frelsis. Já. Þeir reynda að reka gistiheimili, ef mér skilst það að vera gistiheimili, í einhverja mánuði af því að borgin átti að taka það yfir og þeir vinsælasbáðu Samhjálp búin að taka við því aftur. Af því þeir ráða ekkert við þetta. Það þú þarft að hafa þetta í hjartaðinu, að vilja hjálpa þessu og þetta eru manneskjur, skilur. Hvað heldur þessi menn sem ég oft búin að heyra orðið út ógeðslegur, út viðbjóðslegur, farðu frá mér, snertu mig ekki. Allir þessi hlutir, við erum að tala um manneskjur sem eru þetta er veikt fólk. Þetta er fólk sem á bara nákvæmlega sama rétt og ég og þú til þess að lifa og þetta er fólkið sem að United Reykjavík ná til. Og hvernig farið það í? Við elskum það. Ég ætla bara að lifa bara að vera þögn núna. Við bara elskum það. Já. Við elskum fólk til lífs, við gerum ekkert annað. Og það er af því sko... En hvað gerir þið þá? Farið þið eitthvað? Gerið þið eitthvað? Við förum og gefum súpu niður í bæ á mánudags eftirmiðdögum klukkan svona milli 5 og hálf 6 förum við niður í bæ og hittum þetta yndislega fólk og það er ekki bara þarna í bænum. Við erum náttúrulega að starfa út allt og ég held að kannski besti vitnisburður í United er bara fólki sem kemur inn í starfi og fer út í lífið aftur, fer inn á AA-fundi eða fer inn á... Já, býtum við, nú ert það nú að fara hratt yfir. Sko, þið elskið fólk, hvaða aðstöðu hafið þið upp á bjóð? Þið gefið súpu, Gefum súpu, já. Þið eruð í að gera þetta, þið elskið með athöfnum, ég skil það. Og eru þið svo með samkomur? Já, við tökum bara utan fólk og síðan erum við með samverustundir á mánudagskvöldum upp á Hádegisveg 7. Fengum lánaða kirkjuna hjá CTF kirkjunni. Já, sem við tölum um. Já, yndislega lánaðu okkur kirkjuna því ég byrjaði starfið í Tjarnarbíó í byrjun og það það kostaði mikið og lagði út mikla pening í það. Þá til að þau yndislega forstöðuhjón buðu okkur að fá kirkjuna. Þannig að ég tilheyri þeim á þeim tíma, þetta er bara yndislega gert og hérna... Og þar haldið þið samkomur og spyrst það þá út sem sagt að fólk... Já, það bara ég held líka sko... Því að nú er alltaf fullt þarna. Já, það hefur verið milli 160–180 mann sem koma hverju mánudagi. Já, og þetta er með óra svo mikið nýtt fólk sko. Og svo þessu yndislegi hluti sem ég var að reyna að tala um við þig áðan. Það er það að þessi tvívirkni starf sem sé að hún er það að hún vekur upp þá sem eru við veginn. Þeir sem hafa verið tilheyrt kirkjunni til margra ára en ekki virk í dag og eiga þess að því við þurfum alveg óbúslega hjálp. Þú ert eiginlega, þú kallar þetta tvívirkni. Ég er að uppkvæða þetta þess að ég er að hugsa upp á þetta. Þú vilt ná til fólksins sem að þjáist til dauða og svo viltu ná til þessara óvirku kristna fólks sem hefur það bara gott. Já, það hefur það ekkert gott, það telur sig kannski hafa það. Það uppkvæðar það þegar það kemur og er með. Þetta var náttúrulega... Það þarf að vera þjónusta... Já, þetta er bara hjartaslátturinn í Guðsríkinu, það að vera sinna öðru. Við hefum 2 mínútur eftir. Já, en þú veistu það, við erum bara að gera fleiri þætti, 10 þætti. Já, það er framhaldsþætti. Nei, því þú veist, þetta er grundvöllurinn þessu starfi og ég bara skora, þú veist, það er bara svo mikilvægt að við skiljum það að United starfi er ekki bara fyrir þá sem eru að nýfrelsa, sem er yndislegt. Það eru 20–25 mann sem eru að koma til lifandi trúar hverjum einasta mánudegi. Þetta fólk þarf aðstoð, þetta er rosalegt föðurleysi, foreldraleysi, það þarf að finna fyrir elsku og finna að það er elskað. Og virkar þetta? Elska til lífs? Elska til lífs, við elskum fólk til lífs. Og þið gangið fram í því svona eðlislægt? Við tökum við um fólk. Þó það sé vonlegt að því? Það skiptir engu máli. Og ég sagði þannig vitnismönnum börnin, ég segi krakkarna sem vinna hjá mér á BSI, þau sögðu þarna kemur hann þessi, þeir koma svo mikið til mín á BSI, þessi útigangsmenn, kemur hann inn, hann er ógeðslegur, ég þarf að fá að setja á mig hanska því ég taka diskana frá honum. Ég þóla hann ekki, hann er viðbjóðslegur. Getur þú farið og tekið um hann? Nei, þá segi ég tók til hliðar og sagði, veistu það, þarna á bakvið er hjarta. Sem þú ert að segja. Þetta er maður sem er að berjast fyrir lífi sínu. Þetta er maður sem þráir alveg nákvæmlega eins og þú. Gleymdu það, horfðu í augun á hann og gleymdu þessu aldrei. Í dag, þá taka þessi krakkar utan þessa stráka. Hvað ertu að segja? Af því þetta er svo auðvelt að dæma þetta sem eitthvað úrrak. Þá til þú skilur að bakvið þessa skemmda líkamann sjá utanlá er hjarta af holdi og blóði alveg eins og á þér. Óli, ég verð bara
Ég vil bara lýsa bara yfir bara virðingu minni fyrir þér. Mér finnst þetta bara rosalega flott hjá þér. Takk fyrir það. Guð sé þakkir og dýrð fyrir það. Heyrðu, mér sýnist það að það væri mjög fínt bara að við fengjum bara kannski svona einhverja krakka og myndefni og myndum bara búa til annað þátt eins og vorum að tala um. Og þá væri svona kynning það. Ég var að stefna það? Já, mér líst vel á það og það er bara gaman að því að þetta er sem við þurfum að gera. Við þurfum að koma þess áfram. Þakka þér fyrir að vera með okkur í kvöld. Ég býð þig góða nótt og við býð Guð að blessa þig.